Já, þá erum við komin í loftið hérna með kvennaleik Káa og Álftanes í Missunadeild kvenna sjálfsögðu. Liðin mættu sér áðan í karlameginum sem Káa vann á endanum 15-8 ef maður rétt, 8-rinnuna. Það var skorað síðustu 6 stig leiksins en nú förum við af stað í kvennadeildinni. Þetta verður áhugaverður leikur vonandi. Mikið búið að ræða styrk Káa-liðsins en það eitt að vera uppbútt á pappírnum. Það þarf líka að spila þessa leiki og sækja sigrana og það smá pressa á stelpunum hér í dag miðað við svona umræðuna hjá spekingum fyrir tímabilið. Já, Káa-lið endaði í 7. sæti eða neðsta sæti deildarinnar í fyrra en fór engu að síður áfram í næstu umferð í úrslitakeppninni eftir að þau slógu út lið slóðar ekki út það töpuðu Stjörnunni endanum slógu út hverja voru það aftur? Já, nú bara manni. Já, það alveg stólur manni. Það fór allavega í úst. Já, já. Slógu út lið í 7. sæti sem að eins og þá gerst alveg stólur manni en það skilur kannski ekki öllu máli núna. Núna að byrja nýtt tímabil. Káa-lið eins og segi mjög sterkt á pappírinu samkvæmt sérfræðingum en það var svona að reyna að fara með því að tala síðast tímabil að Káa-lið hefur ekki svona unnið mikið í kvennaflakinu og það þarf nú að skapa einhverja sigurhefði líka en það er kannski meira að segja að vinna titla strax á fyrsta tímabili eftir að svona meira púður hefur lagt í kvennaflakið á okkur. Sama tíma eftir að Álftanes að tefla fram inni Spáni í lið en það var þetta Stjarnan síðustu leiktíð eftir eins og köllunum. Já, en ég veit ég veit ekkert þessa leikmenn þeirra. Nei, það litla sem ég mann eftir að séð af Stjörnunni í fyrra þá sé þetta núna einhverja breytingar á hópnum. Þetta farið að stað hérna hjá okkur og Káa-lið með góða blokkarna. Og fyrsta stigið komið, það hjá gestunum. Álftanes leiðir 1-0. Já, eins og segi maður sér allavega það orðið tölvu breyting á Stjörnuliðinu og þessu sem Álftanes í dag. Allavega vantar hana Ásthildi sem var landsliðskona. Ég veit ekki hvort hún hafi farið í annað lið. En Káa búið jafna metin 1-1 og komið á blað. Já, Pála skoraði sitt fyrsta stig fyrir liðið. Já, Pála var nú kjörinn besti leikmaður deildarinnar á síðast tímabili. Sem hún vann þrefalt með Þrótti Nes. Hún núna komin í okkar raðir. Hún einmitt konan hans Miguel Mateo sem einmitt þjálfari liðsins og einmitt stigaðasti leikmaður Káa í sigrinum áðan á köllurum. Sjá hann einmitt hérna bláum ból að leiðbeina á sínu liði. Já, það rittaraborðið eitthvað að gera hlutina klára hjá sér. Já. Þeir voru ábyggilega kallað eftir einhverjum pappírum frá Álftanesi. Já.
Já, við býðum ennþá eftir þetta fara aftur á stað hjá okkur. Staðan 1-1, bæði lið búin að koma svo á blað og KA býr sig undir að hefja leika 9. Skemmtilegt, ég veit, þetta er svona sérst ekki í kamerunni núna en varamenn KA-liðsins eru nú að taka sem kallaði dauðastól sem er mjög skemmtileg, eða ég veit ekki hvað maður segja, skemmtileg líkamsrækt. Reynir gríðarlega á lappirnar að halda þessari stöðu, 90 gráðu hotn á löpunum á hnjánum. Já, Birna leiðir þetta. Náttúrulega starfandi einkaþjálfari eða hvað? Allavega vinnur hún á við líkamsræktina og tala líka gríðarlega íþróttakona. Hefur stundað ófáar íþróttagreinar hérna fyrir norðan. Erum við ekki ennþá í hokkíinu? Nú verður ekki alveg klára hvað það sé ennþá að skauta eitthvað en ég held að blakið... Var það ábyggilega í síðasta auðvitað líka? Já, ég held að blakið sé kannski svona meiri áhersla hjá henni í vetur. Enda svona vonandi, spennandi tímabil framöndan hjá kvennaliði KA. Mikill kraftur í þessu liði og hér hefja leika 9 og frábær hávörn. Aftur höldur þessu bolt á lofti hérna og já, svona náðu meira að spila í þessu leik heldur en í kallaletum áðan. Það var eitt bara smass og út. Já, áfram heldur þetta. Settur í langa leik. Þetta er bara stórglæsið að sjá og þetta kemur stíið. Það er gestinni sem að fá stíð á endanum. Þetta var bara löng orðin leiktöf, þetta hefði verið handbolti. Og Álftanes leiðir 2-1. En sem við byggjumst velveringar á gæðanum á þessari útsendingu hjá okkur. Búin að vera net vandamál hérna í dag í Kámilinu. Við erum bara að gera okkar besta í að koma allavega einhverju frá okkur. Hér er staðan 3-1 fyrir Álftanesi. Hérna kemur flott smass en það berga þessu. Haldi þessu á lífi. Og ekki tekst þetta hjá okkar liði. Og staðan orðið 4-1 fyrir Álftanes. Eins og mikið er búið að tala um KA-liðið í vetur, eða fyrir veturinn. Stelpurnar eru með breiðan og góðan hóp og það er bara, það er kefst að fá að vera með á æfingum. Það eru bara 12 sem að fá að mæta og það eru fleiri en 12 sem að eru í kringum þetta. Þannig að það kemur alveg fyrir að þú ferð ekki að mæta æfingu. En það eru gestirnir sem byrja betur. 1-5.
Já, það kveikt að líf í okkar liði. Það er að skora hann á 3 stig í röð og minkandi í 4-5. Þetta er allt annað að sjá þetta. Þarna þessi Hávard gekk því miður ekki og Álftanes nær að bæta aftur í forskoti. Þetta verður líklega bara hörkuleikur. 2 flott lið. Þessi er úti. Vel lesið hjá stelpunum og staðan 5-6. Jæja, búið jafnanleikinn. Fín blokk á stelpunum. Pála gefur upp. Og þá voru það konan yfir aftur eftir smass frá Elmu. Eða Huldu Elmu réttar að sagt. Pála gefur upp á rann. Læsileg lauma hjá Huldu. Já, þetta er allt annað að sjá til okkar liðs núna. Hamnar 8-6 yfir. Svo er það góðu fréttir að yfirfara netmálinn hjá okkur. Þannig að þetta verður vonandi komið í blúsandi háskerpu á morgun þegar þessi lið mætast aftur. Já, þessi bolti fór yfir á endanum. Frábær Hávörð hjá Álftnesingum og það er minkamunni 8-7. Ná að höggva hérna á smá hnút sem að koma upp hjá þeim. Já, hérna. Já. Þetta er víðsfjarri. KA fær hérna auðvelt stig 9-7. Já. Elma kemur þetta með uppgjöfuna. Virkilega góð. Þetta er bara hreinn ás. 10-7 fyrir KA. Stelpunar að komast í góðan gír hérna. Annar ás, þetta er virkilega gaman að sjá.
Já, hvað gerur hún hér? Það er, nei. Jó, það er þriðja ásin í röð. Hvað er að gerast hér? Það var sýning. Ansi gott að hafa hana Elmu okkar aða. Ekki rétt hjá mér, hún var með krákunum í fyrra. Jú, svona. Og það er fjórði ásin í röð. Það er greinlega miklu meira en að segja að verjast þessu. Og ekki nóg með það að hann hafi skorað gott blagsteg. Það fór boltinn beinustuleg í handboltamarki líka. Þetta var eiginlega tvöfald mark. Þó að Þórir standi í markinu. Já, þáttur að það eru ljósmyndar í markinu. En þá taka gestirnir leikli og skil ekki að segja engan undra. KA-liðið í feikta formi núna, komið í 13-7 eftir að Álftaness hafi byrjað leikinu betur. Þessi styrkur KA-liðsins er kannski svona farin að sína sig og líklegt kannski að kvennalið KA sé komin aðeins lengra á veg heldur en kallaliðið, allavega með við þennan leik sem að kallalinn spiluðu áðan. Það er svona einkenndi það að liðið var ágreiðanlega smá í land með að ná upp betra spili og svona með betri liðsheild. Það er spurning hvort þetta leiklið hafi náð að slökkva inn í Elmu. Komið 4 ása í röð. Þannig er hún við 5. Nei. Þetta er kannski eitt af leikmanna aðeins úr sóninu. Stöðinu, já. Það tókst allavega núna. Já. Og kom boltabinda yfir, já. Þetta er stig til gestana. Yfir. Þannig. Þetta var auðvöldur dómur. Já, þær eru magnaðar í Hávörð. Nei, það gestirnir. Ég held að þessi 4. stig er úr Hávörð. Já. Þessi, ég held að hún Ásthildur sem er nú hann að hávaxin, hún er nú í landsliðinu og er besti blokkari landsins ef ég man rétt. Þessi er úti hins vegar og KA. En þetta var snerting. Já, ég hef mistað henni. En dómarinn sem þetta alveg að reynu 13-11 þá. Svolítið sveiflur í leiknum til þessa. Þetta stig á KA. Vel gert af Pálu. Róð þessu niður. Hún er kannski ekki svo hæstað í loftinu en svo kann að stökkva. Ja. Fínt hjá Birnu en þær haldið sér leik og lauma en glæsileg björgun áfram með þetta. Já. Geggju Hávörð að venju hjá gestunum og þetta eru mistök. 14-12. Já, KA-liðið ætlar að svona ganga erfiðlega að ná að slíta sig betur frá sterkuliði Álftaness. Þetta leiklið hefur greinilega gefið þeim gott. Já. Glæsileg lauma þarna. Það er eitthvað svo gaman við að sjá laumunar ganga upp. Já. Höldum áfram með þetta.
Þessi er, já, góð björgun hjá þeim og leikurinn áfram í gangi hérna. Þessi er úti. Elmar reyndi að bjarga þessum bolta en gaf aðeins svona í krafti í þetta og þessi fór yfir nettið og út af. En já, eins og við töluðum í karlaleiknum áðan að Káa mun senda 2 lið til leiks í Evrópukeppnina Nevsa. Þessi bæði karla kvennalið okkar. Það verður í febrúar. Það verður mjög gaman að sjá hvernig okkar lið eru svona varandi styrk miðað við liði á öðrum löndum. Þetta eru talað með liði í Danmörku, Svíþjóð, Englandi og Noregi, ef maður rétt. En hér í dag erum við að spila um Álftanes og þar er staðan 15-15. Þetta er bara hnífjant og flottur leikur. En sveiflukenndur eins og töluðum áðan. Já, Álftanes byrjaði betur. Síðan kom mjög góð rispa hjá Káa. Nú voru Álftanes på í játnumyndi. Já. Og hvað gerir hérna? Fínt smass og þessi gefur stig fyrir Káa. 16-15. Já. Við gruna meðan Matteo, þjálfari okkar liðs, ætli sér 3 stig með stelpunum. Fekk innan gæsla bara 2 stig á hann með Katalínu. Þær halda áfram að halda þessi jöfnum leik. Þessi er fulllangur. 17-16 fyrir Káa. Glæsileg blokk hjá Birnu. Las þetta frábærlega. Henni leiðist þetta ekki. 18-16. Skemmtileg karakter hún Birna. Ja. Náðu nú ekki að blokka þetta niður. Það var blokk út. Staðan 18-17. Við minnum á að við minnum að sjálfsögðu sína leiki í morgundagsins líka. Vonandi þá í fullri áskerpu. Við erum að fara yfir netmálinn á okkur hérna sem hafa verið að stríða okkur í dag. Þetta er gott stig og Káa heldur forystunni. Ætli Sauðburðurinn sé eitthvað að fækka núna. Vá, þetta var vel gert hjá Birnu. Sveif hann lengi, náði að verjast þessu, skoraði gott stig. Já, það er enn einn ásinn.
Hvað er þetta ekki 50 ás K.A. í leiknum? Jú, samkvæmt okkar tælingu þá er Já. Og Álftanes tekur leikliði. Sennilega freista þess að ná sama árangri eins og í fyrrastíð. Já, þetta var víst bara komin 1 ás núna í röð. Eða í röð, þegar kalla. Áðan voru orðið nú 4, kannski alveg full ástæða til þess að stoppa það. En já, eins og þetta er fyrsti leikur þessara liða í missunadeild kvenna þennan veturinn. Verður áhugavert að sjá kvennadeildina. Ég held að hún verði, hún er svona líklegast að hún verði jafnari heldur en karladeildin. Það eru nokkur sterk lið kvennamegin. Þróttur Nes var náttúrulega með, já, hvað má segja, yfirburðarliði fyrra. Já, menn það er unnið alltaf hitla, þá hljóttar hann yfirbúrarlið. Það er bara, maður hlýtur að líta svo á. En það er andalega að mistu sterkan póstiðinni Pálu. Þannig við hvað það er vitlaus uppstilling hjá Álftanesi. Já, mér sýnir það. Ansi klaufalegt. Já, hann fer vel yfir þetta hérna. Já, Gunnar telur sig að vera með þetta alveg á hreinu. Já, ég held að það sé nú kannski meira það bara telur sig, ég held að hann sé bara með þetta hárrétt. Já, sjálfsögðu. Þá heldur leikurinn áfram. Þetta vantar að telst þá ekki sem ás, þetta stig sem við fengum á hann. Nei, ég ætlum ekki að telja það sem mistök. Jú. En ég fáið fína blokk. Já, og Kavali er að sigla fyrstu hreinu í hús. 23-17. Þú maður ekki að reikna með því að þeir ná að klára þetta úr þessu. Þeir eru bara 2 stig viðbót. Það gera við ekki svona. Hvað er þetta ekki önnur uppgjöf Kavamegin í leiknum til þessa sem að nær ekki yfir? Þegar. Þannig að Elma var tekin út af læginu fyrir sína ása og svo var þessi. Það er satt, ég held að ég man bara tveimur sko. Já, það er tölvöld færri heldur á köllunum í fyrstu hreinu. Þeir gerðu ófá mistökin þar. Ég held að það eru 14 mistök sem gáðust Álftanesingum stig í fyrstu hreinu á köllunum. Þeir eru tölvöld færri hér. Þetta voru eins og það mistök. Já, þetta er ekki alveg komið. Það er ennþá möguleiki fyrir Álftanes að stela þessari hreinu, þannig að það þurfa að klára þetta. Og K.A. tekur leikhlé. Já, halda rósinni og klára þetta. Það verður rosalega sárt að klúra þessari hreinu úr því sem komið er. Við munum renna eins yfir tölfræðina í af þessari hreinu lokinni. Þetta þessi fyrsta hreina er alltaf að vera að lofa góðu. Þetta stefnir í flottan leik. Já, Birna neglir hér einusmassi beint í gólfið. Þannig að þá vantar okkur bara 1 stig viðbót til að klára þessa hreinu.
Birna sáum að klára þetta. Jæja, þá erum við komin aftur í loftið. Já, og hérna við erum í topstandi núna loksins. Við erum búin að laga netið á okkur og við erum komin í fulla áskreppu, byggjast afsökunar á öllum þessum vesenni. Settum á að vera í toppstand á morgun þegar við liðið mætast aftur. Nú er staðan 8-5, nei 9-5 fyrir ekki, K var að skora. Og þetta stefnir alltaf í það að K sé að standa undir svona öllu því sem áður lagt núna í þessum fyrsta leik. Já, áfram með þetta. Flott smass hérna, bjarga þessu. Þetta er Inni bara. Já, þetta er bara skeitir inn ef þetta væri handbolti eða fótbolti. Alveg út í horn. Já. Þetta ætlar að verða flottur leikur eins og segi. Geggja það Birnu hérna en það bjarga þessu vel og Birna aftur. Það eru velvakandi áltleysingar og halda þessu gangandi. Skora svo þetta fína stig og minnka munin í 9-8. Eins og við erum núna komin í toppstand aftur með útsendinguna og þetta er bara vonandi sem koma skal hjá okkur. Þökkum tengismönnum fyrir að koma og laga netið hjá okkur. Og það er þvílík björgun. Áfram með smjörið og svo. Já. Hansi sætt að skora eftir þessa stöðu sem komu upp stelpurnar í nauðvörn. Tíu 8 er staðan fyrir K.A. í annari rinu og Birna Baldursdóttir kemur hérna með uppgjöfina og já, glæsilega bjarga Hölmu áfram með þetta. Já, henn heldur helst lífi í þessu þetta smass er viðsfjarri. K.A. bæta aftur í forskoti. Ég kannski fer á kameruna, ég veit ekki hvort þið eru aldrei nöfnina. Já, einmitt. Já. Já, þetta var fínasti leikur, 12-8 ári K.A. og Birna fyrir hérna í uppgjöfina. Og henni er boltinn í leik. Þetta smass er á línunni. Þetta er hárrétt á dómurinn leiksins. Álftanes á þetta stig.
Mikilvæg hrina 2 yfirleitt í þessum leikjum. Það getur verið rosalega slæmt að lenda 2-0 undir. Það er oft erfitt að koma tilbaka. Áhugavert fagn hjá gestunum. Það eru búin að minnka mununa í 12-10. Ég segi við lofum betri útsendingu á morgun. Áhandi náum við að vera með allt í standi. Það er ekki bara leikmenn sem eru riggaðir eftir sumarfrí, það er líka KTV. Já, vel geta bjargað þessu og hér kemur Guðni Smas en það bjargað þessu og þetta er það virkilega skemmtileg blak að horfa á og þessi er hins vegar úti. Og munur er skemmtilega 1 stig, 3 stig í, nei, 3 stig í Álftanesi. Hér kemur uppgjöfin. Og fínt Smas en Hávartin sendir fyrir sínu. Og lauma og þessi er inni. Þetta er bara einfallega stig. Það er bara að jafna í 12-12. Veit ekki alveg hvað KA-liðið ætlaði að benda á þarna. Þessi setja út á. Þetta var bara klárt stig hjá Álftanesi og þá tekur Miguel Mateo leikhlé í kjölfarið. 4 stig í röð á gestunum og við erum skyndir að koma með jafnan leik. Já, eins og ég segi, þessi hrina nr. 2 er oft gríðarlega mikilvæg í blakkinu. Þetta er oft hvort þú lendir 2-0 undir eða jafnir í 1-1. Þetta auðvitað er tvennt gríðarlega ólíkt og veit það að Álftanes er að leggja allt í söluta núna að ná þessari hrinu. Halda þessu í leik. Já, hefum við leikinn að 9. Kemur uppgjöfin. Hvað gera KA-stelpur? Fín hávörn hjá gesturum að venju. Það er búin að vera mjög uppbyggur í hávörninni. Þetta, já, áhugaverð fletta en áfram með leikinn. Já. Missetna Smas þarna og KA fær stigið. Heldur forystunni. 13-12. Þá sjáum við hvað gerist núna. Álftanes náðu þarna 4 stigum í röð og jafna leikinn. Haldast þessar sveiflur áfram. Já, ekki var þetta góð uppgjöf. En er Hávartin samt að vera sínu hjá Álftanesingum. Það gerir KA-liðið hér. Smassið er gott og þetta er stig. Þetta er áhuga, það er prentari hérna við ritaraborðið og boltinn lendi beint á prentaranum. Vonum að hann harki af sér.
Já, fínt, nei, einhver miskilningur á KA-liðinu og þessi bolti endar í gólfinu og þetta var nótir stig fyrir gestina. Ja. Vel varist áfram með þetta, þessi stál í stál, þessi hreina 14-14 staðan. Elma með hörkusmas sem að fer af, allt þessi ekki út af, ég held að þessi er rétt 15-14 fyrir KA. Það var það er endurtekið stig. Dómarinn er ekki sammála um þetta. Mér fannst ég nú að heyra stertingu. Já, ég held það nú. En ég fyndi að sá dómarinn sem er nær atvikinu er sá sem segir nei við þessu. Þannig að það er bara, já, endurtekið stig, áfram með því staðan 14-14. Það er ekki alltaf sem að sér endurtekningu. Og það nýta gestirnir sér að þær eru komnir yfir í 15-14. Já, ætlaði sér að ná þessari hreinu. Og hér kemur Þáguðs Lauma, þær kasta sér át að berga þessu, áfram heldur sótt KA hérna og þetta er klaufalegt. Já, þetta er enn einn mistökin sem að gefa stig í þessum leik. Það eru búin að vera þó nokkur, fyrir kannski betur yfir það eftir. Ekki nema þú vilja kannski fara yfir það, Stefán? Já, við duttum alltaf út það áðan, þannig að sú tölfræði er ekki alveg sem við erum með hérna hjá okkur eins og er. Við sjáum til hvað við getum gert. Já, en já, hérna sjáum við Ás hjá gestunum og þær tóku hérna áhugavert fagn til að fagna þessum Ás. Það er mikið að hafa gaman hlutunum. Þær eru konar allt í stöðuna 14-17 en þá misandi uppgjöf og KA fær ótrýst stig. Og við komin enda 3 stig í röð hjá Álftanesi eftir að þetta stig sem að KA fengi var ákveða að fara í endurtekningu. En já, þá heldur KA áfram. Þurfa að ná smá rönni núna til þess að jafna metina 9. Búnir að leiða þessa hreinu að mestu. Við erum núna 2 stigum undir. Fín hávörn en áfram halda Álfnesingar að sækja hérna. Elma með hörkusmas og þetta er gott stig. 16-17. Já, höldum áfram að hamra járnið með þær heitt hérna. Já, fín uppgjöf. Og vel varist þarna og hvað gera hér? Þetta er smash út af. Og það er bara orðið jafnt aftur 17-17. Sauðbjörnar halda áfram. Ja.
Já, gott stig fyrir Káa þarna. Háverðin út. Já, konum við 4 í röð. Já, eins og ég segi, búið að vera tölvöldu sveiflur í þessum leik, en nú er Káa-lið komið aftur yfir eftir að Álftanes var komið hérna 3 stigum yfir. Já, hann náði ekki boltann yfir netið þarna og þetta svona þægileg stig fyrir Káa. Hvað, 5 stig í röð. Þú sjáu það á boltanum hann undir Káa-markinu. Þessi fer yfir og Þessi fór held ég aldrei yfir. Nei, það hendar í gólfinu, þannig að Káa fær stigið. Þessi uppgjöf í netið og þetta svona skoppaði yfir á vallarleik Álftanesar. Álftanesinga. Og skyndilega Káa bara komið í fína stöðu og að klára þessa hreinu. Og það er ekki leiklið. Já, skildi kannski engan undra. Þetta hefur ekki. Já, þetta er eins og segi, búið að vera áhugaverður leikur. Káa vann fyrstu hreinuna 25-19 og það hefði verið svolítið sveiflur. Káa búið að leiða þessa aðra hreinu að mestu. Vísu komust gestirnir í hvað? 17-14 rétt á hann, en Káa-liðið svo sannarlega búið að svara fyrir það. Skora 60 í rauð núna og leiða 20-17. Fá veitst ekki á sérna. Nei, það byrjaði þessu og komið gott smass hérna. Þessi verður ekki upp í loft, þannig að þetta er áfram. Og þetta er stig til gestanna. Það er náð að höggva hnútinn. (20-18) Flott uppgjöf en höldum þessi leik og hérna kemur smass sem að það er ná ekki að bjarga. 21-18. Káa er 4 stigum frá því að klára þessa hreinu. Og Álftanesingar taka þarna smá liðspepp. Það er mikilvægt. Það er ennþá nóg eftir að þessu. Já, áfram með smjörið. Þessi bolti er Káa fær stigið. Já, ég held að þetta væri stig til gestanna. Já, mér sýndist hann gefa merkið 4 snertingar. Já, það hefur kannski verið málið, já. Hann lendi sem sé fyrir utan, en af þetta var 4. snertingin þá fekk Káa stigið og kemur Elma með hörkusmass en það er ná að verðast þessu. Vel gert hjá gestunum og lauma og þessi er í gólfið. 23-18. Káa-liðið er að svona komið langleiðina með þessar hreinu líka. Og það er leiklið. Já.
Já, leikliðinu lokið og Káa þarf 2 stig til þess að klára þessa hreinu, komast á í lykistöðu 2-0 í þessum leik. Vonum að það takist. Já, þetta er bara Ás 24-18, 1 stig í viðbót. Það virðist vera að Káa-liðið ætla að standa eins og segja undir því sem að lagt hérna fyrir tímabilið. Ætti að vera eitthvað sterkasta liði landsins. Lítur mjög vel út og hvað þá hérna Birna með þrumusmass hérna af miðjunni. Og Káa leiðir 2-0. Búnir að vinna hvað, báðar hrein, nei, 2019 fór fyrir hreinan, já. Það verður endað svona tiltölulega samfærandi en verið hörkur hreinur svona allavega fyrirlutan. En nú er Káa eins og segi komið í lykistöðu í að klára leikinn, þeir þurfa bara eina hreinu viðbót. Já, við erum sem sé í smá basli með að við döttum út á þann með að halda sem sé tölfræðið samantettinni. Já, já. En við byrjum bara upp á nýtt núna í næstu hreinu, þannig við höldum getum að það var sýnt hárhreinu. Já, já. En segi, við hérna bara tökum þetta með trompi á morgun. Káa Álftanes bæði kalla og kvenna á morgun líka. Kallarnir hefja leik klukkan 1 og konurnar fylgja svo eftir klukkan 3, rétt eins og í dag. Og nú þarf búið að fara yfir öll netmál betur í húsinu eftir þessa litlu bilun. Þá verðum við með þetta í toppstandi á morgun. Þannig að þeir sem komist ekki í Káa-mælið endilega fylgist vel með að Káa TV. En það er náttúrulega að gera að koma bara í Káa-mælið Já, já, að sjálfsögðu. Og ná sér í Ársmiða og Blækið. Já, Ársmiðasalinn hefur farið mjög vel af stað í Blækinu en það er ennþá einhver miðar eftir. Þannig að það er hægt að berga því og átt þetta eftir. Þetta er líka alltaf að spotprís. Já, hvað, 5.000 krónur fyrir Ársmiða og bæði kalla á kvennaleikina. Það er bara gjúr ekki allt. Alla heimileiki leggja liða. Já. Nei, í deildinni. Alla í deildi á og svo alltaf kaffi eftir leik og svona. Þetta er gaman að þessu og eins og segi, Blækið Káaði með gríðarlega sterk lið, bæði kalla á kvennamegin. Það er að gera að vera með okkur í allan vetur. Og þetta er líka fljótt að borga sig þessi Ársmiði, það kostar 1000 kall á leik. Það er bara 5 leikir til að borga upp Ársmiðan ef þú lítir þannig á þetta. Auk þess að þú fær kaffi. En núna verður áhugavert að sjá hvað gestirnir gera. Það var tapar núna fyrstu 2 hreinunum eftir samt fína leik. En það virðist vera sem að Káa-liðið sé bara aðeins sterkara. Já, þeir hafa verið öflugar í þessum 2 hreinum sko. Og kannski öfugt við strákarna þá hafa verið að gera færri mistök. Það var svona skrítið að hitta kallalið eftir hennan sigurleik á hann og þeir voru eiginlega bara grautfúlir. Ætluðu sér að gera betur en að vinna 3-2 og fá því bara 2 stig fyrir þann leik. Já, þetta vonandi bara herðið á fyrir næstu viðraunir. Já, náttúrulega leikur þessa morgun. Það er fínt að þú ert óánægður með leikinn að sé stutt í næsta leik og það er svo sannarlega raunin núna. En það eru gestirnir sem að byrja þessa 3. hreinu. Og þetta er gott stig. Káa er fyrst á blað í 3. hreinu. Og stelpurnar virðist ætla ekkert að gefa eftir hérna. Kemur tilraun hjá gestunum en þetta spass er út af.
Já, 1-1. Já. Hér kemur smassi og þetta er virkilega vel gert. Káa heldur áfram að leiða þetta 2-1. Það var reyndar svona, mér sýndist eiginlega að vera 4 þarna áður en dómararnir voru greinilega ekki alveg á sömu línu. Nei, enda eru þeir. Og við sluppum með skrekkinn. Já. Þeir eru það greinilega ekki á sömu línu því þeir eru mismunandi hliðum vallarins. Já, það kom boltan yfir og geggja smass hérna og þessi er ansi öruggur í gólfinu. Já. Sjáum hvað verður hér. Tekst Káa-liðinu að ná þægilegu forskoti hér í byrjun sem er ekki tekist til þessa. Og hérna kemur hörkusmass og þessi er beint í gólfið. Það virðist alltaf að halda ára að vera jafnt og spennandi. Þessi Káa hefur reyni klárað þessar fyrstu 2 hreinur með því að eiga góðan endasprett. Þessi uppgjöf beint í nett og niður. Kemur áhuga til geggju Björgun áfram með smjörið. Já. Káa nær þessu stigi. Já, það kom boltan yfir svo. Káa lík ágæstu til að byggja upp og boltan dettur yfir, áfram með þetta og smass og þetta er stig. Já, þetta var fantast sprettur hjá báðum liðum hérna. Þetta er svona skemmtilega við kvennablæki að boltinn þarf ofta að lifa lengur heldur en karlamegin. Oft kannski skemmtilega sjónvarpirunni. Þessi náði endur ekki að lifa neitt, þessi var bara beint út. 6-3 fyrir Káa. Æja, hvað gerir Elma núna? Hún náði svaka ása rispu í fyrstu hreinu. Hvað gerir hún núna? Æja, það tekst að verðast þessu. Og snúa þarna vörn í sókn og skora. Fínt stig. Þetta er háttum í loft og þetta er stig sem að Káa á og sýnist að hann fengi boltan beint í andlitið. Þetta hefur ekki verið gott. En hún harkar af sér
Það hefði örugglega verið þægilegra ef að þetta hefði gefið stig. Sárt að fá bolta beint í andlitið og að fá sér stig. Og alveg eðlilegt að við tökum smá pásu á meðan. Tökum enga óþarfa sensa með höfuðmeiðsl. Já, við erum klári að halda þessu áfram. Já, Káa leiðir 7-4. Munurinn verið svona 23 stig sem afir þessar hreinu. Og já, það er allt þess að lífi. Og þetta er við klára hafa vantaði algjörlega vörðandi á Káa. Langt á milli manna þarna og það nýttu sér það gestirnir 7-5. Ja. Hörkusmass er eiginlega ennþá betri í Hávörð. Þær hafa verið mjög öflugar í Hávörðinni í dag. Hvað, síðustu 2 stig hafa verið gestana? Já. Já, og svo yfir með þetta, já, vel gert. Og hér kemur smassið, það, já, Elmar nærri sér, nei, þetta vantar talanda á Káa-liðinu. Og staðinn hann í jöfn, 7-7. Hrikalega svekkjandi að fá svona stig á sig. 2 við boltan en tala ekki saman og hvoru hver í þetta. Já, þá að bjarga þessu. Hér kemur smass hinum megin og Elmar nærri þessu upp hérna og hvað gera þær? Það náðu þess ekki og Káa heldur forskotinu 8-7. Já. Þessar sveiflur halda áfram. Káa leiddi 7-4 áðan, komið 3 stig í röð frá Álfleysingum og nú er staðan 9-7 fyrir Káa. Þetta er svona, hvað maður að segja? Já, þetta er stál í stál. Já, fín Hávörð á Káa-liðinu og áfram með þetta. Boltinn yfir. Þetta bjargaði þessu. Fín Hávörð, ennþá er boltinn í leik. Og svo hörkusmass. Já. Það er enn einn pepp-fundurinn hjá gestunum. Mér sýnist að þessum 10 stigum Káa núna, þessu 7 eftir smöss. Já, það er bara hárrétt. Enda þú að taka þetta frá hana. Og svo upp með þetta og það er smá kraft í þetta, þannig að gestinni fá mjög líka á að snúa svo verið sótt. Hér kemur hörkusmass. Nákvæmlega sem maður vill sjá.
Fjórða stíð í röð eftir að hafa jafnt 7-7 á hann. Já. Og það er leiklið. Er þetta að reyna að stoppa þetta rönn? Já. Það er gaman að hvað er svona góð stemning í KA-liðinu og svona hvað er hafa gaman að þessu. Og það veit nú íll á gott. Það vantar kannski svolítið svoleiðis á kallaliðinu okkar áðan. Það kemur. Já. Þessi Arnar Már líbero hjá okkur, hann mun fara fyrir því að létta stemninguna á þessu. En já, spurning hvernig gestirnir bregðast við núna, búið að vera svona fýtt kafli á KA-liðinu núna. Það eru ekki lengi að minnka muninn eftir þetta leikhlé. Spurning hvort að leikhléin sé ekki bara sem þurfa alltaf að gera til að fá allavega öðru stig. Það virðist að vera regla í þessum leik. Þessi uppgjöf er slök og KA fær því aftur möguleika á að auka muninn í 5 stig. Fínt smass en flott hávörn í okkar liði og þetta er frábært stig. Þetta er nákvæmlega sem við viljum. Ná að koma upp góðu uppspili og þrumus í jörðina. Þessi er þetta ekki 9. smassið til þessa? 9. smassið hjá KA-liðinu. Já, af 13 stigum. Það er ótrúlega vel gert. Ágætis tilraun á Álftnesingur þarna, en þetta er því miður í netið og niður og KA er komið 6 stigum yfir. Glemma því að KA vinna þessar hreinu, þá er búið að vinna leikið 3-0. Já. Fín hávörn en áfram með leikinn, enn aftur, já, vel gert á Fín Björgun, áfram, þá kemur þetta smassa eftir skemmtilegan leik, þá kemur þetta smass sem er í netið og niður. Já. Og svo hörkusmass og þetta er gott stig. Ánægður með að hún Ragnheiður elti þennan bolta af krafti þáttur að hann var búinn að fara í loftið, þannig að hún getur aldrei bjargað þessu stigi. Staðan er 15-9 fyrir KA. KA það 10 stigi viðbót til að klára þessa hreinu og pressan er kannski komin smá á Álftnesinga núna að reyna að koma sér inn í þennan leik aftur. Það er að missa okkur fram úr sér. Úff! Þetta var áhugaverð flétta. Uppgjöf sem
þrjum hann ekki bara í rassinn á liðsfélaga sínum þarna. Sýndist það, jú. Já, K.A. er komið í 17-10 hérna og það svona virðist eða allt benda til þess að K.A. sé að sigla þessu heim. Matteo undirbúið einhverja skiptingar, leyfa öllum að spila. Þetta er einfaldur ás. Þú vísi verða ekki það, mér veist Álfnesingar eru með skemmtilegra ásafagn heldur en þetta við K.A.-lið, þannig eiga það. En já, stefnir í þægilegan 3-0 sigur eftir svo sem alveg hörkuleik framan af. Já, það var eitthvað að breytast hjá Álfnesingum til að þeir nái að stríða allavega alvöru. En nú er tvöföld skipting hjá K.A.-liðinu. Já. Það er svolítið gaman að þessi skiptingum í blækinu með þessi spjöld og svona leikmenn halda á þessu sjálfur. Já, maður man ekki að sé þetta í bara öðru sporti. Nei, ég er alveg nokkuð sem það. Það myndi allavega seint gerast í stjörnubolta sem að fótbolti er að menn haldi á svona eigin skiptispjaldi. En blækið er kannski bara svona heimilislegra og skemmtilegra með þetta að gera. En já, tíminn er svona að renna þessu, kannski ekki tíminn, er nú kannski ekki að renna frá gestunum, en þær þurfa að ná núna góður renni og þessi ás er nú svo sem ágætis byrjun. Já, þeir eru konum með 2 sigur núna. 18-12. Og hvað gera okkar stelpur, fín uppgjöf en glæsileg björgun. Já, við höldum að bjarga þessu og hvað svo? Þetta er þokkaleg rispa sem við erum komin hérna. Og þetta ætlar að vera endalaust stig. Nei, það eru gestir sem taka þetta svo. 18-13 og er það Matteo tekur leikhlé fyrir okkar hönd. Lýst greinilega ekkert á þetta, þessi að minnka munin hérna með 3 stigum í röð. Nei, það þarf að reyna að stoppa þetta. Já, það er ennþá 7 stig en á að klára hreinuna, en það er nóg eftir og gestirnir geta svo sannarlega ennþá tekið sér hreinu og haldið það þessi leik gangandi. Jæja, þá höldum við leik áfram hérna. Uppgjöfingi hérna og já, hún er góð. Og svo flott smass og K.A. heggur á hnútinn, eða hnútinn er bara 3 stig í röð. Staðan er 19-13. En já, það er spurning hvort að leikurinn hjá kallaliðin áðan hafi eitthvað verið svona smá varúðarráðstöðun fyrir stelpunnar.
eins og í strákarnir voru ekki nú ánægðir með sinnleika á hann þrátt fyrir að hafa unnið 3-2. Stelpurnar stefna hérna ótrúðar á að vinna þennan leik 3-0. En Álftirðingar, þær eru ekki búin að segja sitt síðasta. Og Elma vel staðsett þarna og þetta Erfitt spil þarna. Já, þetta sýnist mér vítið fyrir sökina þarna. Það var eiginlega uppspilalega á dómaran ef eitthvað var. Já, Marino hefði getað náðu sög kannski. Já, hann kannski minnaði að smassa í þessari stöðu þó hann sé í góðri hæð til að smassa. Og svo þetta var utan við Antennu. Já. Það er tvöföld skipting aftur. Þetta Matteo er ekki nú ánægður með þessa skiptingu á hann að hann tekur hann bara tilbaka. Heldur reyndar hann hafi ekki sagt ekki tekið, þannig að þessi stig telja. 19-16, jæja, þetta er að verða aftur leikur hjá okkur. Og já, þurfum við á einu góðu stíð að halda. Það eru gestirnir sem eru komnir í gang. 19-17, 4 stig í röð. Það er spurning, að fara eitthvað okkar stelpur. Þetta er allavega orðin leikur. Já. Eins og þetta er Álftanes sem yfir enga að tapa. Nei, þetta er hvergi nærri búið. Höldum þessu lofti, við þurfum að fá þetta yfir. Gerum það. Og svo. Smassa þessu. Frábær hávörð af venju og lauma, en það haldur þessi gangandi. Henn er hávörðin samt fyrir sínu. Og svo. Þetta var mikilvægt stig fyrir KA-liðið. Hetjuleg barátta hjá gestunum, en þetta gaf stig fyrir okkar lið á endanum. Það voru ekki 3 eða 4 hávarnir sem það náði í sömu vörðinni. Jó, það var eitthvað svoleiðis. Já, og vantar okkur 5 stig til að klára þetta. Hvað gerir Birna hér í uppgjöfinni? Tekur þetta öruggt. Og þetta smass er úti. Þetta er rándýrt í þessari stöðu sem Álftanes er í núna. Í staðin fyrir að minnka munin í 20-18, þá er staðan 21-17. Og vel bjargað hérna áfram með smjörið. Og frábær hávörn af Vanda og svo frábært blag sem liðir að bjóða upp á núna þessa stundina. Svo kemur þetta. Þetta er í netið og niður. Gestirnir eru ennþá á lífi. 21-18. Síðan komið svona smá áhyggjusvipur á hann Matteo. Ég vilt alltaf með bros á vör. Já, fín lauma. Það tekst ekki að berga þessi 4. slagið þarna. 22-18 fyrir KA. Liðin er að skiptast á að skora. Með þessu áframhaldi það vinnur KA. Hvað, 25-21?
Fín lauma hérna, en við verðum þessu áfram með þetta. Og góð lauma og frábær björgun í okkar liði. Áfram heldur sókngestana, glæsileg Háfur sem gefur stig. 23-18 fyrir Káa. Vantar bara 2 stig til að klára þennan leik. Þetta var ekki bara fyrsta blokkin í þessari hrinu sem að gefur stig hjá Káa. Já, er ekki bara 1 stig, blokkastig þar að segja báðum megin? Jú, reyndar. Já, það er bara með hvað búið að vera margar hávarnir sérstaklega hjá gestunum, þá er þetta ótrúlegt að það sé ekki búið að vera fleiri blokkustig. Þessi fór sennilega í anþörnuna. Já, hann gaf merki það. Annar dómari leiksins. Og það er halda áfram svona allavega einhverju von. Þannig ég held að hún sé að verða ansi veik núna. Það hafa svo sem ótrúlega hluti gerst í blaki. Já. Svo yfir með þetta. Fínt smas. Hann tekst að verðast þessu. Áfram. Leina laumun og Káa fær stigið. Þetta var frábær varnarleikur. Blokkaði þetta niður og þeim tókst ekki að bregðast við þarna og Káa 24-19 yfir. Sjáðu kannski Ás til að klára þetta. Nei. Fín blokk upp með þetta og hvað gerum við? Það er haldið svo lífi. Og þetta kemur þetta frábært síðasta stig. Káa vinnur 25-19. Leikinn þar af leiðandi 3-0. Hörku leikur að baki, sem ekki gleyma því að leikurinn, það fyrstu 2 hreina voru sko stál í stál eða allan tíma hann til að Káa kláraði með góðum endarspetti. Þannig að tölurnar 3-0 sé kannski ekki alveg alla sögur eins og leik en það hefur samt tilfinningin að Káa-liðið sé svona, það séu það öflugur að svona, það er bara eftir að vera betri með þessa þegar líður á veturinn. Já, þetta lofar góður. Já, og það sem hann leikur svo jákvæmt er náttúrulega að við erum með svo stóran og breiðan hóp að það virðist vera að við getum hent svolítið svona sem örgum inn á. Hann er dreift álægni ef við lendum í löngum leikjum eða eins og hvað það núna þessa helgina sem við erum að spila í dag og svo aftur á morgun. Ef við kannski rýnum aðeins í þessa síðustu hrinu sjáum að 25 stigum Káa, það eru 13 úr smörsum, 2 Ásar, 2 blokkir en svo 9 stig er svo mistök mótherja. Þessi mistökum kannski fjölguðu aðeins þegar að leiða á leikinn. Það byrjaði ekki með mörgum mistökum þessi leikur. Já, nei. En já, eins og segi, við þökkum bara kærlega fyrir okkur hér í dag. Við byggjum svona velveringar á þeim netvandræðum sem við erum búin að vera í dag. En það er búið að laga þau og nú stefnum við bara á að vera með stórkostlega útsendingu á morgun. Byrjum klukkan 1 á kvöldunum og svo taka við konundarnum klukkan 3. En við hér í Káa TV þakkum kærlega fyrir okkur og við sjáum eldfersk á morgun þegar Mizuno-deildin heldur áfram.